Já, velkomin í þennan þriðja þátt Menntavarp. Ingvar Hannar heiti ég. Og Ragnar Þór heiti ég. Og við erum með trommuleikara hjá okkur í dag. Og síðan við með júdókennarann og tölvusnillingin Hans Rúnar Snorrason. Velkomin Hans. Já, þakka þér fyrir. Ég reyndar ekki júdókennari. Ég bara iðkandi. Ó, það svoleiðis. Ragnar. Það ekkert verða. Já, ætlum við að ræða Glæston fyrir minni júdó. Ég að spá í því. Já, frá svona 10 ára eldri til 10 og háls. Nei, ég held að Hvað náður þú á? Ég náði appelsínu gula beltinu, sko. Við skulum ekkert gera lítið úr því. Já. Og ég vann gullmedalí á móti, sko. Vel gert, til hamingju með það. Já, takk fyrir það. Þannig að ég var efnilegur, hægt á toppnum. Já, það hefði verið skynsamlegt, sko. Já, ég held það. Herðu Yngvi? Herðu? Já. Við fylgjum formatinu svona nokkurn veginn, við ræðum það sem hefur verið að gerast í skólamálunum síðan við hittum síðast. Og eitthvað sem hefur ekki stáð áhugavert, svo hérna spjöllum við Hans, sem hann segir okkur frá sér og því sem hann að gera og hérna, og svo svona skönnum við aðeins framhaldið. Það formatið á þessu. Þannig að þegar við töluðum saman síðast, þá varst þú á leiðinni á ráðstefnu Yngvi. Þar sem þú ætlaðir að hérna stjórna. Ráðstefnu sem átti að leysa vandamál varðandi tækninotkun í skólakerfinu. Hvað hét hún? Allir saman? Nei. Allir snjallir. Og hvernig gekk það? Heyrðu, það gekk rosalega vel, það var rosalega gaman. Mörg áhugaverð erindi. Það var ég saknaði þín. En ég skrópaði. Það voru mörg áhugaverð erindi. Þetta var bara mjög flott. Það var Kjartan Ólafsson frá Háskólanum Akureyri kom. Eða var í gegnum Skype, þá var nú vel við hæfi. Hann var ekki flogið þennan dag. Þannig hann var hjá okkur í gegnum Skype. Og var með góðan Ragnar. Já. Þóri minn. Hvað það er? Þú verður bara að stilla skjáinn þinn sem festan ef við erum alltaf á stélunum. Við erum feðgarnir í stuði. Við gera það fyrir nóttin. Herðu, Kjartan Ólafsson var hjá okkur, kom hana og var að fjalla svona netnotkun og annað. Já. Síðan var Sólveig Rósa úr Sæmundarskóla. Hún var að tala þeirra innleiðingu. Síðan var Elísabet Helladóttir frá, ætlum sé ekki lögfræðingur hjá Barnaheillum, eitthvað svolítið. Já. Held það. Og síðan var Stefán Jökulsson. Frá menntavísindasviði? Frá menntavísindasviði og síðan var Trausti, mann rétt, frá Símanum. Það er bara svona netnotkun og annað. Og hvort það voru fleiri, ég held ekki. Ég held að vonandi ég ekki að gleyma neinum sem var með fyrir. En þetta var mjög áhugavert og tróðfullt. Mikil ánægja og mikil áhugi aðalega. Já, það kannski má benda fólki áhugasömum á að Sæmundarskóli hefur birt skýrslu spjaldtölvuinnleiðingu á heimasíðu skólans sem hægt að lesa. Eigum við ekki bara tíst henni líka eftir þáttinn? Jú, við skulum tísta henni. Herru, ég var líka á ráðstefnu. Ég var á ráðstefnu Samtaka áhugafólks skólaþróun síðustu helgi. Svona skammalega fámenn miðað við hvað mikil gerjun í gangi en góð menn. Það sem stóð upp úr að mínum mati var að þarna voru nemendur sem eru nýbyrjaðir eða svona frekar stutt á veg komnir í framhaldsskóla sem voru að lýsa reynslu sinni af grunnskólanum og því hve miklu leyti þeir hafa sjálfur fengið að bera ábyrgð á námi sínu. Það var dálítið sjokkerandi að þeir voru allir sammála það að þeir hefðu meira og minna eytt öllum grunnskólanum í að bara gera það sem þeim var sagt. Og það var ein stúlka þarna sem hún blind. Og hún lýsti því hversu
hversu mikið hefði verið að stórar ákvarðanir sem voru teknar án aðkomu hennar. Hún hafði ekkert þar að segja, hún var ekki einu sinni spurð. Og að því hún var blind, þá var hún til dæmis látin lesa sko Ása sá sól og eitthvað svona rugl. Bara vegna þess að kerfið hentaði henni ekki. En þetta var mjög áhugaverð ráðstefna og sko snertir mjög mikilvæga punkta einmitt frelsi og ábyrgð nemenda á eigin námi, sem ég held að sé grundvallaratriði í allri innleiðingu tækni og skipti gríðarlegu máli. Hættu þessu. Það að leika. Já, það er fjör hér. Hann er ekki búinn að hreyfast í 2 tíma hérna. Það er í móki. Þetta er gott, þetta er eins og performer í... Þannig að það er að vera að kenna þetta stóð. Herðu, það er eitt enn sem var í gangi. Það er að nú er farið af stað vinna vinnumatið og verið að bíða skoðanir kennara á því. Þannig að nú... Og ég verð að segja, ég var með smá tölu þarna á skólaþróunarráðstefnunni. Ég er pínu smeykur. Mér finnst pínu hættulegt að ætla að fara í einhverja svona að búa til uppskrift að kennarastarfinu. Þetta er svona svipað að búa til umferðarreglurnar sko, sem eiga að gilda fram í tíman sko, korter eftir að fyrsti bíllinn mætir til Íslands. Það er að segja að það er verið að lýsa starfi sem mun breytast gríðarlega mikið. Og ég hef pínu ágjörð því að það sé verið að gera það á þessum tímapunkti. Að vera að skilgreina það. En burtséð frá því. Hans. Já. Þú ert fyrir norðan, Hrafnagili. Jú, ég er á bókasafninu í Eyjafjarðarsveit, í Hrafnagilsskóla. Já. Og ertu búinn að kenna lengi í Hrafnagilsskóla? Þetta er 13. árið sem ég kenni hér. Já, sem sagt. Ég er bara mublað hérna, sko. Já. Hvernig lentið þú í kennslu? Hvaðan kemurðu og hvernig endarðu sem kennari? Já, það er eiginlega bara mjög skrítið. Ég bara skil það ekki enn í dag. Ég var að vinna á sambýli, búinn að vinna þar í 5 ár. Og kona mín, hún kláraði hjúkrunarfræðinginn, útskrifast sem hjúkrunarfræðingur og okkur fannst alveg brilljant að fara út á land. Þarna frá Akureyri sem sagt. Og hann í huga að flytja til Húsavíkur. Svo einhvern veginn æxlaðist það þannig að bróðir minn var að flytja til Siglufjarðar á sama tíma. Og við ákváðum bara að slá til. Og ég sótti bara vinnu hjá bænum. Og það var laus staða í skólanum og ég byrjaði sem sagt þar bara sem leiðbeinandi. Og svo í fjarnám bara árið eftir. Þetta var árið 1997. Já, þannig að þú ert komið með töluvert mikla reynslu. Já. Og hvað ertu að kenna aðalega? Sko, núna þegar ég byrjaði á Siglufirði þá var ég bara umsjónarkennari og eða ekki bara, ég var umsjónarkennari og var svo með stuðning á unglingastigi. Svo kenni ég núna eftir að ég flutti til Siglufjarðar, nei í Eyjafjarðarsveitina þá kenni ég bara tölvur. Og ég enda bara með ég kenni 1 tíma í ensku núna í dag. Á þessu skólaári, það er alveg nýtt. Ég hef bara sé bara tölvur og upplýsingatækni. Sem það er svona hlutastarf og á móti þá sé ég tölvukerfi skólans og held út í heimasíðunum og því. Já. Og þá kemur þessi spurning sko, sem að margir hafa verið að velta fyrir sér. Þegar við lendum í hruninu þá eiginlega var komin sko, tími á uppfærslu á tölvubúnaði í skólum og hún verður ekki. Næsta uppfærsla sem verður að sumir fara í spjaldtölvur og sumir fara í sýndarstöðvar og það verður svona tíska í skólakerfinu sko, að útrýma upplýsingatækni og taka hana inn í öll fög sem margir hafa ágjörð að nýtist ekki. Hvað heldur þú að sé skynsamlegt fyrir skóla sem að stendur í þeim sporum núna að fara að endurnýja tækjabúnað á að halda út í tölvuverum, finnst þér? Ég náttúrulega kenni mínu tölvuveri þannig að það má segja að ég sé ekki alveg hlutlaus og líka bara þegar ég sé
notkun á tölvuverunni í okkar skóla til dæmis, og þá er ég að fara að tala fyrir utan mína tíma, notkunin mikil og það þykir gott að fara með hóp inn í tölvustofu og vinna verkefni. Ef þú dreifir tölvunum út allan skóla þá gengur það ekki upp fyrir hóp nema að mjög litlu leyti. En svo er náttúrulega hinn möguleikinn að spjaldtölvuvæða skólann, en þá erum við að tala að helst allir nemendur séu með spjaldtölvu. Öðruvísi gengur þetta mjög illa. Já, þannig að svona... Þetta er svolítið snúið og eiginlega, mér finnst að það er engin leið í rauninni röng í þessu. Það er bara hvaða stefnu tekur. Og svo bara þarf maður að sitja uppi með hana. Finnst ég nú lenda svona þeir sem eru þekkti fyrir að vera svona tæknitröll, þeir lenda oft í svona dílemmu, þar að segja kennarar geta orðið dálítið ósjálfstæðir í kringum það, vilja til láta bara redda sér eða hjálpa sér eða útskýra fyrir sér. Er þetta eitthvað sem og Yngvi líka, af því að þú ert í þessu starfi, er þetta eitthvað sem þið kannist við? Því að ég er að rekast á þetta ansi víða. Ég kannast mjög vel við þetta, en ég náttúrulega eins og ég titlaði verkefnastjóri og sé upplýsinga- og tæknimál í skólanum og ég lít á það sem mitt starf að sinna þessu og ósjálfstæðir og ekki, ég veit ekki hversu sjálfstæðir þeir væru ef að ég til dæmis væri ekki, hugsanlega, en það væri þó kannski vegna þess að það væri bara það mikið vandamál að þeir yrðu að það er náttúrulega voða þægilegt að hringja bara í næsta mann sem kann meira maður sjálfur. Þannig að það er ekkit ólíklegt að hugsanlega væri kennara sjálfstæðir ef það væri ekki tæknitröll á staðnum. En á móti kemur kannski að þeir hafa ekki endilega, þá er engin svona ein sýn sem að færa íta hlutunum áfram. Þannig að þeir svona kannski, þeir hefði ekki samtakamáttinn eða áhrifamáttinn. En segðu okkur Hans, þú hefur verið að kafa í Google Apps for Education. Já. Gríðarlega spennandi. Hvað segir Yngvi? Hann setti inn, þú settir inn einhverja grein Google Apps daginn, það er bara svona vika síðan eða eitthvað svolítið, það voru miklar umræður í kringu það. Já, það voru margir áhugasamir og það var svona, þá sá maður hvað þetta er mikið verið að kalla eftir þessu. Hvað hafið þið verið að gera hjá ykkur? Getur þú sagt eitthvað frá því? Í rauninni eru við ekki sá skóli sem er komin lengst í þessu. Við viljum taka það fram. Ég veit til dæmis á Oddeyrarskóla er búin að vera núna, ég er enda mjög stoltur af því, ég er svona aðstoðað þá við að koma þessa stað í fyrra, helt námskeið fyrir það og þeir, kennarar voru mjög hrifnir og mér skilst að þetta gangi mjög vel þar. Þar fóru þeir alla leið. Við byrjuðum 2009 með Google Apps, þá bara fann ég þetta á netinu einhvers staðar og ég sá þetta þegar ég var eitthvað að vafra og skráði skólan strax og svo prófaði ég þetta það árið og mér fannst þetta flott. En svo komu einhverjir menn frá Símanum með kynningu og það var þeir voru bara að taka yfir interneti hjá okkur eða var einhverju svona breytingar á netinu og þá kynntu þeir Live Edu, Microsoft hlutan. Og það átti að vera frítt fyrir skóla og þá hugsuðum við, ok, þetta er næstu eins og við erum með, Þetta er bara að vera að flytja Exchange-serverinn upp í skíin og við glyftum það og starfsfólki fór þá leið. En nemendur urðu eftir í Google Apps. Reyndar prófaði ég fyrst að ég stofnaði alla notendur í Live Edu en það var of þungt kerfi fyrir nemendur. Þetta er svo klunnalegt eitthvað og svona þungt í vöfum og mér fannst það aldrei mjög heillandi að vera að kenna nemendum á þetta. En hvað er svona gott við Google Apps? Eða byrja bara að segja, fyrir þá sem ekki þekkja, það þekkja allir Google og það þekkja allir Gmail og það þekkja allir YouTube, en það veit ekki allir hvað Google Apps for Education er. Geturðu sagt okkur frá því? Já, þeir sem þekkja Gmail, þá er þetta er í rauninni það sama
Google Apps það sama, nema að þú fær stjórn yfir, þú ert í rauninni með skólinn fær sinn eigin post-server. Hann getur stofnað notanda, þá Gmail-notanda, með netfangið @krummi.is eða norlingaskóli.is eða eitthvað svoleiðis. Og hann stofnar notendur og breytir lykilorðum þegar þeir gleyma því. Og stofnar grúpur og þannig að það sé auðvelt að senda pósta. Þannig að einn vandi skólar hafa verið að nota Gmail fyrir nemendur og þeir að nota Google Drive og þetta allt saman og þeir hafa verið að lenda í vandræðum með það að sko þarf að hringja inn staðfestingu til að stofna netföng og þeir eru að stofna ákveð mörg netföng frá sömu IP-tölunni þá fyrir Google að vera með vandræð og svona. Þetta allt úr sögur inn í Google Apps. Þetta bara ekkert mál, ég tek bara úr Excel-töflu, bara úr Mentor og stofna bara notendur í bunkavís. Ég stofna bara alla notendur eins og núna þegar við fórum fyrir 2 vikur síðan, þá við vorum með bara til að halda úti Google Apps fyrir nemendur, þá mátti ég náttúrulega ekki nota netfangi þeirra vegna þess að það voru upptekið hjá Microsoft. Þannig að ég stofnaði undirlénið nemar.krummi.is en núna var ég að sjóða þetta allt saman og flytja bæði kennara og starfsmenn þá yfir á @krummi.is og ég gerði það bara í einni Excel-færslu sko, eða CSV-færslu. Þá voru bara allir stofnaðir. Og þarftu að eiga þitt eigið lén til að geta stofnað nemendur inn í Google Apps eða hægt að láta það búa til Gmail-adressur? Þú þarft að vera, það gert ráð fyrir að þú sért með þitt eigið lén held ég. En þú getur verið með .com ef þér finnst þú dýrt að vera með .is netfang. Og ef til dæmis þú vilt halda, segjum ef að krummi.is og þeir ætla að halda því eða þetta eitthvað Reykjavík sko, þá kannski möguleiki að vera með .com. Ég mæli reyndar ekkert sérstaklega með því sko. Nei. Þannig að skóli sem með heimasíðu á sínu eigin léni hefur í raun allt til staðar til þess að fara þarna inn. Og hann getur þá fjöldaframleitt netföng fyrir nemendur og þú hefur haft það kerfi á því að þegar þú stofnar nemendur þá setur þú fæðingarárið fremst í notendanafni eða það ekki? Jú. Það er 00 Ragnar. Það raðast svo vel þannig. Og innan kerfi sem síðan alls konar hagræði það auðvelt að senda skilaboð, stofna fundi og ýmislegt svona. Og það eitt sem þú hefur verið að sýna dálítið, eða þú hefur gert 1 eða 2 vídeó, ég veit svo mikið hvort þau eru fyrir almenning eða hvað, en við kannski fáum bara link í þau. Að þið eru að nota þetta til dæmis til að skipuleggja skólastarfi, skipuleggja fundi, halda utan pöntun og búnaði, stofum og því líku. Við höfum fyrst og fremst verið að nota þetta til þess að halda utan skráning á iPad. Við erum bara með fáa spjaldtölvur. Við erum með sko 7 af stærri tegundin og 5 af minni. Og það tölvur ásókn í þessar spjaldtölvur. Og við höfum notað Google eða kalender til þess að halda utan það. Og við erum bara með það á heimasíðunni hjá okkur. Þá getur við farið bara inn á heimasíðuna /panta og það sérðu bæði tölvustofuna og sikkert settið af spjaldtölvunum. Og auðvelt að sjá þá hvort að, ég meina, þeir lausir núna til dæmis, þá fer ég bara inn á heimasíðuna og kíki. Já. Þetta mjög spennandi og það sem kannski ennþá meira spennandi þessi ákvörðun Google núna daginn að hafa ótakmarkað gagnamagn hann inni. Já. Ókeypis. Og þetta allt ókeypis, er það ekki? Jú. Og verður ókeypis eins og þeir orðaða sjálfir hjá Google. Já. Þeir sem hafa verið svona hræddir við þetta, og við höfum alveg heyrt það raddir sko. Það aðalega tvennt sem maður heyrir og maður heyrir þetta sérstaklega í sko kennurum sem að berjast fyrir það að mega nota sko Google Apps. Að þeir heyri frá sínum kerfisstjórum og sínum tölvumsjónarmönnum að sko í fyrsta lagi að Google eigi öll gögn sem eru sett þarna inn og geti gert það sem þið vilja og hins vegar þetta, það veit ekki hvað þetta sé vistað og þetta sé ekki örugg ský. Ég fór nú og reyndi að kynna mér þetta eins og ég las sko skilmálan og ég get ekki betur séð en að Google
afsali sér öllum eignarrétti á þessum gögnum. Ég gæti ekki séð annað en að þeir segðu að þessi gögn eru þau öll látin í friði. Nei, þeir þarna sem sagt eru með mjög góða síðu sem sagt þarna öryggismál í kringum þetta og ég búinn að fá þessa spurninga líka sko og þarna þessa vangaveltur. Þannig ég kynnti mér þetta nokkuð vel og þeir eiga ekkert í gögnunum sem við setjum þarna inn og þeir skannaðu ekki í auglýsingatilgangi. Það fullir þær og eru vottaðir að þriðja aðila á því og þarna plús það að þeir segja það sem reyndar strax að þarna það taki rúmlega 100 daga fyrir sem sagt ég held að séu 180 daga. Ef þú ákveður að yfirgefa Google Apps þá tekur það x langan tíma en það bara sem sagt afritunarkerfið sem að þarf að síja þetta burtu frá sér. Það sem þarna ef þú ákveður að hætta í dag þá bara afritunarkerfi Google þannig að það tekur x langan tíma fyrir gögnin að eyðast að fullu. En þarna en þeir eiga ekki gögnin og þarna skanna það. Enda líka sko, það má líka horfa á þannig að þetta náttúrulega stórt fyrirtæki og það byggir á trausti. Við vitum alveg að Gmail skannað í auglýsingatilgang og fáum alveg auglýsingaborða og við erum alveg full meðvitaðir það. En Google Apps fyrir fyrirtæki fyrst og fremst og þarna education svona ókeypis hlutin af því. Ef að fyrirtæki heldur að það sé verið að skanna gögnin sín, segjum verkfræðistofur eða einhverjar aðrar stofur sem að nýta Google Apps, myndu fara þangað yfir höfuð. Maður getur líka horft á þetta svona. En nú hef ég heyrt, það verið sagt um mig sko þegar ég var að spá í Google Apps og er mikið að spá í því eftir ég fór í heimsókn til þín hans og sá það. Það var sagt sko, já, eins og kerfisstjórar og svona alveg, heyrðu, það allir að nota Office. Það öll fyrirtæki að nota Office í dag, það ekkert vitið í að fara í Google Apps. Því að krakkarnir koma út á vinnumarkaðinn og kunna bara Office en ekki á Google kunna bara Google Apps en ekki Office. Þetta eitthvað vandamál? Ég meina, auðvitað kunnum við á Office, við erum búin að alast upp í Office síðan að við vorum krakkar. Og þarna, ég meina bara síðan það var til og þarna, við bara höfum ekki þekkt neitt annað. Og ég meina, það bara búið að ala upp kynslóðir sem að nota Microsoft hugbúnað og ég meina, þetta fínn hugbúnaður. Og ég meina, ef maður getur lært á Office, þá getur maður líka lært á Google Apps. Og maður þarf ekki endilega að læra bara á annarkvort. Akkur getur maður ekki lært á bæði. Ég mæli með til dæmis, sko, ef að ég væri að skrifa lotkaritgerð í einhver í dag, ég myndi pottþétt skrifa hana í Google Apps. En þegar ég ætla að fínpúsa hana, þá fær ég með hana í Word. Það var einmitt akkurat þannig þegar ég var að skrifa núna lotkaritgerð daginn. Þá var það unnið svoleiðis. Við vorum 2 saman og það var unnið í Google Apps og síðan þegar við vorum klára þá var það sett bara download sem Word-skjal, bara niðurhalað sem Word-skjali og lagað og vistað. Ég meina, ef að nemendur muna lykilorðin sín inn á Gmail, þá komast þeir auðveldlega inn á Google Apps eða sem sagt inn á Drive og geta auðveldlega stofnað skrá leið og þeir byrja að skrifa, þá vistast hún við hvern einasta innslátt nánast. Og ég meina þó að rafmagni fari miðri í lokaritgerð eða ritgerð, þá þarna tapa þær engu orði. Það nánast að þú fullir að það. Já, ok, ég skal draga 1 orð frá, svona til að vera viss. Já. Það ekki meira heldur en það. Hugsa sér, þau mun ekki þekka þennan tíma þegar maður tapaði öllu sem maður var að gera þegar rafmagni sló út. En sko þetta umhugsunarvert fyrir skóla, sérstaklega sko líka varðandi kostnað. Tökum sér dæmi. Skóla sem að kaupa spjaldtölur. Það munar töluvert miklu núna á verði á spjaldtölum eftir hvað sem ekki gagnamagn kemst á þær. Með því að vera að vinna í skýi og venja sig á þau vinnubrögð að maður flytji í skýið allt sem tilbúið. Að þá getur maður keypt ódýrustu tegund af spjaldtölum í staðinn fyrir að eyða kannski 30, 40 upp í 100% meira fyrir dýrari tæki. Þannig að það skiptir töluverðu máli, hefði ég haldið. Og þetta ókeypis og þetta ekkert svo flókið í notkun og það sem að sko, og eins varðandi spjaldtölur eru mikið notaðar í kvikmyndagerð og því líku.
og krakkarnir fá aðgangsorðin á YouTube Já. sem fylgir Google pakkanum. Þannig að þau geta líka stríma burt af tækjunum kvikmyndum sem þau eru búin að gera. En utan þetta þarf að vera gott skipulag, hefði ég haldið, og sérstaklega menn eru með og það er svona bara, mér er þetta aldrei gaman að vita, hvernig gengur að vera með svona sett sem menn panta og láta það ganga upp, Ég veit að pöntunarferillinn virkar, en eins og með gögnin þarna inni og því líka. Já, það gengur ekkert allt of vel. Það er bara, það gengur örugglega eins vel og þú heldur að gangi. En þarna, ég meina, við lendum alveg í því að iPad er að fyllast og þarna, þá, hvað gerir þá sá sem að er að reyna að taka upp? Hann hendur einhverju skrá sem hann heldur að þarna sé ekki notkun, en það var akkurat skráan sem annar bekkur var notkun. Við erum alveg að lenda í þessu, En núna, þegar að, vegna þess að hver notandi er ekki með þarna sína spjaldtölvu, þá getur maður nota þann möguleika að búa bara til netfang fyrir hverja spjaldtölvu. Já. Og svo bara deila drive-möppunni á alla. Þannig að það komist allir í þá möppu og þá eru við strax búin að opna það möguleika bara ég er búin með þetta vídeo, ég ætla að deila því á, setja það bara í drive-möppu iPadsins. Þá geta allir spila þetta. Já, þetta er góð hugmynd og ég veit þetta er málefni sem mjög víða menn eru að glíma við og er í vandræðum með. Það liggur við að þurfi manneskju bara í fullt starf bara við að sjá til þess að hlutinir rúlli, Já. En það er frekar leiðilegt að vera fastur í svona tæknivinnu, það er betur að skipuleggja sig fram hjá því, þannig að það er mjög gott, það skiptir miklu máli, En hafið þið skoðað Chromebook? Hafið þið séð það eitthvað? Ég skoðaði Chromebook á BET ráðstefninu í hittifyrra, í janúar 2000, eða í fyrra, skulum við segja. Og ég var mjög heillaður, sérstaklega þegar maður horfði á Google Apps. Og ég verði enn heillaður en núna þegar allir eru konir inn í þetta kerfi. Auðvitað muni þær ekki leysa hólmi venjulega tölvur, en þær gætu verið viðbót við til dæmis spjaldtölvur. Já, almenn verkefni. Útskýrið snöggvast hvað Chromebook er, fyrir þá sem ekki vita. Chromebook er í rauninni tölva sem að þú ræsir upp, en er í rauninni bara Chrome-vafri. Og Drive er þá, geymslan er bara í skíjónum, það er bara Google Drive. Og ritillinn er þá bara Google Docs eða Google Spreadsheet eða Slides. Þannig að í rauninni þá er þetta bara tölva sem er ekki með neitt geymslupláss eða neitt. Það eina sem að harddiskurinn er bara til að ræsa upp vafra. Og þú getur ekki sótt neitt þriðja hugbúnað, þú ert bara í þessu Google umhverfi, það inni eða hvað? Þú ert þá að sækja bara Google upp í rauninni, eða Chrome, Chrome uppin. Og hvað kostar svona tæki? Ég man það ekki, ég hef ekki séð þetta til sölu hér, ég held að þetta var nú Ég var að heyra aðeins af þessu. Ég heyrði það var einhver eins og ég þekki sem var að fá svona tölvu og ætlaði að fara með það í gegnum upplýsingafræðideild Reykjavíkurborgar til að skoða. Já. Það var, ef þeir tóku 200 tölvur þá voru þær á einhvern 57 eða 61 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er á svipuðu verð á spjaldtölvur? Já, annars voru þeir á einhvern 80 eða 90 ef þú tekur undir 200. Það eru margir sem framleiða þær. Þetta var eitthvað svona, þetta er kringu 60 ef að margir myndu taka sér saman. Ég myndi í rauninni aldrei þora að taka þetta nema bara þá til þess að prófa. Og reyndar er búið að bjóða mér að fá tölvu bara svona til láns. Langar að hafa hana bara og leyfa fólki að grípa í. Vegna þess að, ég meina þar er loksins komin þá möguleiki sem að vantar í spjaldtölvurnar að það er að skrá sig inn. Skrá sig út. En það geti alveg margir skólar tekið sér saman og panta 10 hver. Það er alveg ekkert mál. Já. Skólar. Við erum að upplifa þetta spennandi tíma, sérstaklega vegna þess að núna eru lengi vel í þessu tæknimálum í skólum var bara talað í raun og veru iPadinn og Apple og þetta allt saman, Google hefur verið svona
mylja þetta undir sig bara eins og það hefur verið að gera í mörg ár. Svo kemur Microsoft með Microsoft 365 núna nýlega sko með gríðarlegt gagnamagn og mikið öryggi og auðvitað sko Microsoft með óbúslega vel heppnuð forrit. Þau mjög vönduð forrit sem Microsoft með. Og svo virðist Google vera að bregðast við því með eins og þessu ótakmarkaða gagnamagni. Og það spennandi að sjá svona hvernig þetta þróast í framhaldinu og einmitt bara frábært að fjölbreytnin skuli vera í gangi. Það skuli vera að prófa þessa hluti út allt og mismunandi hluti. En varðandi, ein loka spurning varðandi þetta. Sko Chrome virkar og flott. Hefur eitthvað verið að skoða appin, Android appin og Windows appin og iOS appin fyrir Google Drive-ið og Documents og svona, eru þau góð? Þau batna með hverjum nánast mánuðum sem líður. Mér finnst til dæmis sko að opna og skoða skrár í Google Docs mjög auðvelt. Og það ekkert mál að skrifa texta í Google Docs á sem sagt Android og iPhone. En ef þú ætlar að fara að móta textan og gera eitthvað meira en að bara skrifa, þá það orðið vandamál. En ef þú gengur með spjaldtölvuna og ert með þráðlausa lyklaborðið með þér, þá spjaldtölvan bara þín sem sko vélritunartæki sko. Og þá bara beint í skýin. Ég myndi alltaf fara í tölvu til þess að móta hana eftir. Bara, þetta ekki orðið mikið betra heldur en það finnst mér. En eins og slides og svona, og svo reyndar tæki sem heitir, hvað heitir það? Chromecast, sem að mér finnst nú eiginlega að þurfa að kynna líka sko sérstaklega í sambandi við í Google Apps og þetta. Menn hafa verið að nota Apple TV með spjaldtölvunum. En Chromecast mjög ódýrt tæki og hægt að hengja aftan í hvaða HTML-græju sem og þá ertu farin að varpa í mjög fínum gæðum bæði myndböndum á YouTube og líka svona glærum og texta og skjánum bara yfir höfuð. Það svipað tæki og Apple TV þá eða? Já, þetta hugsa svipað. En þetta allt í gegnum Chrome-vafran sko og þú getur eins og að kallast sko að kastað. Þú getur sem sagt varpað hvaða glugga í Chrome sem á skjáin eða á þá skjáin eða skjávarpan eða það. Og þetta mjög skýrt og gott og YouTube náttúrulega bara sniðið fyrir þetta sko. Og með slides og svona, það vinnur mjög vel saman sko. Þannig að sko appin og ég meina það skiptir engu máli hvort það í farsíma eða tölvu sko með þetta hvort þú ert að varpa úr farsíma ekki og jafnvel úr YouTube sko eða þú ert að spila YouTube það ekkert erfiðar reyndar iPhone líka mjög góður í Apple TV sko en þetta kemur rosalega ég mjög hrifinn af þessu með þetta heima mikið. Þetta ljómandi gott og við hvetjum alla sem eru í þessum pælingum að skoða þetta sko mjög náið. Og við vitum að Ómar Örn sagði okkur það að Reykjavíkurborg að skoða þetta sem bara valkost. Þannig að skólar Reykjavík geti valið sig inn í þetta Google Apps umhverfi. Eitt sem þeir fá þá ég meina þetta náttúrulega fyrsta lagi þetta ókeypis en í öðru lagi líka þá fá menn aftur gömlu slóðurnar sína sem þú nefndir áðan sko. Þeir geta aftur farið að heita Ómar að Hagaskóli að Reykjavík og það þykir einhverjum vænt um það. Yngvi, við ætluðum að nefna nokkra hluti svona í lokin, við erum mjög kærulausir á tímann þannig að það var bara frábært. Farið þið báðir á bett eða hvernig það? Já, ég búinn að skrá mig. Já, ég að fara líka. Já, með hverjum? Hansi, með hverjum verður þú? Herði, ég fer með gamla skólastjórunum mínum, Eyjólfi Sturlaugsinni og svo eru 2 kennarar úr Hrafnagilsskóla sem fara líka. Ætlið þið skipulega að ferða á vegum
einhvers eða bara á eigin vegum? Ég valdi það að fara með sem sagt úrval út sín núna. Og það er afskaplega þægilegt að fá rútuferðina og svona milli staða og svoleiðis. Já, akkurat. Það er alveg hægt að fara miklu ódýrar heldur en á Meira. Ragnar, ferðu? Ég er svona, Jan, er þetta ekki janúar? Þetta er í janúar 21. til 5. held ég, eitthvað svona 21. til 3. eða eitthvað. Ég er að reyna að koma þessu fyrir. Janúar er rosalega þéttur hjá mér, ég ætla að reyna að komast. Já, þú kemur, við förum út að borða. Já. Yngvi, Já. hvað ertu búinn að lesa? Hvað ertu búinn að vera að lesa? Nýlega? Já. Sko, það er fullt sem ég er ekki búinn að ná að lesa eins mikið ég hefði viljað. En það er ein snilld sem ég verð að benda á í sambandi við það að lesa. Og það er app sem heitir Pocket. P-O-C-K-E-T. Ég bara mæli með því að það er einmitt hægt að setja það inn í Chrome, svona extension, eða nota það sem app. Það vistar allar greinar og allt. Þú getur sem sagt, ef þú finnur myndband eða grein eða eitthvað á netinu sem þú vilt skoða, annarkot geima til að skoða seinna eða bara, þá vistar hana inn í app sem heitir Pocket. Það er algjör snill. Það tekur burt allar auglýsingar og bara, þú getur lesið það þó þú sért ekki á netinu, bara farið inn í appið og lesið þegar þú vilt. Það setur greinar í vasan hjá þér í rauninni. Mér finnst þetta algjör snill, þetta Pocket app. Hafið þið séð það? Nei. Ekki að þá. Ég mæli með því, Pocket app, það er til allan í iOS og ég býst nú við því að það sé til í Android líka og það er til í Chrome og öllu. Þannig að þetta er bara algjör snill. Getpocket.com eða eitthvað. Já, ég var að prófa Microsoft Sway. Nó? Já, ég komst þar inn. Og ég hafði ekki hugmynd hvað þetta var. Ég fór bara inn og ég bara byrjaði að búa eitthvað til og vissi ennþá ekki hvað ég var að gera. Þetta er mjög líkt takk.com. Já, ok. Þú býr til vefútgáfu af efni og þarft að kúka, frábært. Það fyrir að styttast í annan endan hjá okkur, greinilega. Þetta er mjög svipað á takk að því leyti að þú setur efni inn, myndbönd og kvikmyndir og texta og ýmislegt og svo getur þú búið til ýmsar útgáfur af sem sagt, viðmóti úr því. Virkar alveg óbúslega hratt og vel og örugglega og svona snuðrulaust og en er ennþá í einhverju svona bóðs, svona Microsoft. Það komast ekki allir inn ennþá. En það er hægt að fara á síðuna sway.com og byrja bóðsmiða hann inn. Já. Ég fór að horfa á myndband þarna af þessu og þetta virkaði svolítið töff en alltaf það er hægt að láta allt virka líta vel út þú veist með budget upp á milljónir. Já, akkurat. En ég hugsaði þú veist, ef maður er að nota takk og kann vel við það þá er ég ekki viss að þetta endilega drægir mann yfir en ef maður er ekki byrjaður þá er þetta valkostur. Já, skilur. Já, eru það brenninni með eitthvað? Það er kannski allt í lagi að auglýsa Hour of Code fyrir þá sem kenna tölvur. Það er núna 8. til 15. desember og þarna ég tók þátt í því fyrra og mér fannst það rosalega skemmtilegt. Erum við að vera búinir, Ragnar? Þið klárið þetta spjall og ég fer Þú ferð í skít. Ég fer í skítverkin. Þetta er svo heimilislega. Rosalega er þetta heimilist hjá okkur. Já, þetta er mjög flott, En ég einmitt þarna... En segðu mér aðeins frá því, hvað segirðu? Varstu, Hour of Code? Hour of Code er þarna í gegnum heimasíðuna code.org. Þetta er svona bara verkefni mjög margra stóra einstaklinga í að reyna að koma forritun í grunnskóla. Þá er sérstaklega meira sér lögð áhersla á stúlkur. Já. Það sé, þetta sé líka fyrir kvenfólk að forrita. Og það er, núna hefur þetta verið, ég held að þetta sé annað árið sem það er Hour of Code. Það var minnst ást í fyrra og markmiðið núna í ár er að 100 miljón þáttakendur verði í þessu og þá búa þeir til svona verkefni þar sem að er á einfaldan hátt hægt að draga og að forrita með svona svokallinn blokkli. Þá er verið
þetta í rauninni bara svona þrautalaust sem byggir á svona forritunar hugmyndafræði. Já. Þetta bara frítt og sem sagt bara í rauninni bara hvatning til þess að kenna forritun og mjög skemmtilegt. Síðasta verkefni var mjög skemmtilegt og ég fór með það alveg niður í 4. bekk og ég hefði alveg örugglega getað farið niður og þetta gafst mjög vel. Gott fyrir kennara og svona gott utanumhald. Hann stofna bara í bekki og hleypir, þannig að það getur fylgst með hvort þið sé að vinna líka bara, ég meina, þeir kannski að prófa þetta heima hjá sér og hversu langt fóruð og hvernig gekk? Sko, vilt þú gera fyrir mig núna eftir að tísta undir umræðumerkjunu MVARP og láta okkur vita hvað er Hour of Code og bara slóðina? Já, ég skal gera það. Það er eitt annað sem þú mætti gera fyrir mig, því þegar ég kíkti til þín þá varstu með nemendur í einhverju sem heitir 10 Fast Fingers. Já. Sem að mér fannst vera algjör snilld. Það var svona vélritun eða þannig að skrifa. Þetta var... Já, 10 Fast Finger þetta er vefur sem að ég þýddi fyrir, 2 árum síðan held ég. Við lendum í vandræðum við, það er kannski, minnst ástu 2 ár síðan. Við lendum nefnilega í vandræðum þegar við uppfærðum tölvuveri síðast, þá fórum við úr 32 bita tölvum yfir í 64 og þá virkaði ekki hinn eldgamli og góði leikur ritfinnur lengur, sem var vélritunarforritið mitt og ég hef haft hann síð þau 12 ár sem ég hef verið að kenna tölvur að við byrjum alltaf á vélritun, alltaf. Það er bara, það vita allir hvað að gera þegar komið tölvu hjá mér. Hvað lengi? Bara 5 mínútur kannski, 5, 6, 7 mínútur, eitthvað svo leiðis. Og því, ef þú ert mjög fljótur með verkefnið þá jafnvel getur þá kemst á YouTube á meðan hinn að klára, kannski. En þetta er svona, það er svona gulrót og með þessu þá ná nemendur mjög góðum hraða, bara svona ef þeir eru alltaf jafnt og þétt. Já, þannig að allir koma bara inn og vita hvað þeir eru að fara að gera. 10 Fast Fingers er mjög góður vefur fyrir þá sem eru búnir að ná svona grunntökum í vélritun. Vegna þess að þetta er ekki JF-æfingarnar og sem við könnumst við. Ef þú ert búin að ná þeim sæmilega, þá er 10 Fast Fingers alveg frábært til að, vegna þess að þetta er bara, hver einasta æfing er 1 mínúta, byrjar að telja þrjú skráir og ég setti inn orðabanka með einhverjum 400 íslenskum orðum, svona algengum, og þetta er allt í svona bara handahófi. Og þú ert bara að slá inn íslensku orð í, eða einhver önnur ef þú vilt í 1 mínútu. Krakkar taka svona, 2 æfingar áður en fara í verkefni sem ég legg fyrir. Ok. Þetta hefur bara gefist rosalega vel, vegna þess að þetta er svo stutt. Það er alveg að leggja tölvöld á sig til þess að ná meiri hraða og mjög oft taka nemendur fleiri æfingar en þetta. Já, vel gert. Það er ekkert svo leiðilegt þegar þetta er svona stutt. Nei, akkurat. Eins og það er nú leiðilegt að læra vélritun bara yfir höfuð. En þegar ég kíkti til þín, mér fannst þetta vera rosa flott. Mér fannst það er svona vantaði eitthvað svona og ég var að segja svona tölvukennurum hér frá því í Árskóla og í Skagafirði frá því að þetta væri algjör snilld. Þannig að mér var svo flott líka, þau gáttu séð hvar þau voru núna og hvar þau verða næst og allt svoleiðis. Þau skrá sig inn í gegnum þá Google eða Google Apps lykilorðið sitt og þau geta fylgst með árangrinum sínum á línuriti. Já, það var rosa flott. Og það er mjög gaman að sjá hvað og það skiptir þau máli að bæta sig. Það er flotta við það. En Hansi, ég veit við getum bara að tala endalaust. Það er svo mikið, frá svo mikið að segja, Það er svo margt að gerast og svona. En ég held að, þannig að Ragnar kom ekki aftur eða eitthvað, þetta ekki inn eitthvað en einhver vandræði hérna. Þá, ég vil eiginlega bara þakka þér kærlega fyrir að vera með okkur. Þetta var bara alveg frábært að hafa þig og áhugavert sem þið eruð að gera þetta í Hrafnagilsskóla. Mjög. Já, takk fyrir. Ánægjan var mín. En heyrðu, ég ætlaði samt að segja, Ragnar sá það að finna viðmælanda fyrir næsta þátt og ég veit ekki meira en það að það sé Sara Dögg Jónsdóttir, skólastjóri í Vífilsskóla. Meira veit ég ekki. Það átti að vera Ragnar sem átti að kynna það, en það kom eitthvað óvænt upp á hjá honum. Ja, við verðum að fyrirgefa það, en við setjum einhverja kynningu inn. En ef ekki bara segja gott í dag? Jú, bara takk fyrir. Við heyrumst. Blessaður. Já, bless.